Okay. Oh my god. Þessi þáttur það búið að vera mikið bras í kringum hann og mikil vinna og ljós og allt þetta. Það erfitt að búa til þátt en þið eru þessi virði því að nú ég komið með nýja þátt sem heitir Ég hef svo margar sögur að segja. Og svo þar að auki ég að fara að byrja með podcast og verður tengt YouTube-inu líka auðvitað, má ekki gleyma því. Og auðvitað skemmtilegar umræður, hvort það verður hittingar eða síma, maður veit það ekki, maður veit ekki hvernig ástandið er hérna núna, við bara tökum bara einn dag í einu. Já, ég búinn að vera edrú núna í 1,5 mánuð og ég vil fá klapp fyrir það. Og já, ég á það alveg bara skilið. Og þetta bara úti. Ég bara finn bara rosalega mikinn kraft einhvern veginn að ég bara fekk bara ógeð af drykkjunni eða þú veist og bara hætti bara og mér leið bara orðið bara illa að drekka bara maður fitnaði og allt þetta og svo bara einhvern veginn af hverju þarf maður alltaf að vera með eitt bjór eða eitthvað svona, þú veist, en nú þetta breytt og nú ég kominn á allt annan stað og ætla bara að lifa heilsusamlegu lífi og reyna að hætta að reykja sígarettur út af lunganum og klukkan tifar þannig að maður er aldrei 21 forever þannig að það er það. Já, skemmtilegar umræður, ég bara það var svo gaman áðan sko og svo allt í einu bara beilaði kortið og ég alveg bara oh fuck og ég búinn að vera að tala og allt bara og það var ekki drekk og bara þvílíkt, þú veist, langur tími sko og svo var bara 26 mínútur eftir að vídeónu sá ég áðan sko, ég var bara að kíkja og að búa til fæl úr því þannig að þið fá að sjá það á undan þessu viðtali en þetta kemur beint í loftið þegar kemur beint í loftið og já, mér langar að tala svolítið tímana hjá okkur og skoða tímana hjá okkur byrju nú hvað Halo Pekka, hæ! Hæ! Ale. Nei. Þau eru að Liverpool eða eitthvað, ég held það. Þetta ekki leiðilegt. Nei, ég held ekki. Það var Englandsmeistari, ekki leiðilegt. Já, hún að halda upp á núna með Liverpool sko. Þetta geggjað sko. Þú veist. Nú springur út á stöðurnar og bara
Þetta alveg gaman að fá svona skilaboð frá aðdáendum sínum. En já, margir halda og þekkja mig bara sem prímadonnu og bara horfa bara á mig og halda að ég sé eitthvað veldi eða eitthvað svona. Kannski andlega, það var ég mjög bara, mér hefur bara aldrei liðið eins vel og núna. Og við erum öll misjöfn og við getum stundum verið trúðar. En ég er búinn að gera mörg vídeó á, þú veist, og mér finnst gaman þegar fólk fer að kafa ofan í vídeóin hjá mér og það er kannski ekki eitt eða neitt, en kannski viðkomandi sjá þetta í allt öðru ljósi, þú veist. Þannig að mér finnst gaman að spegla stundum svona að reyna svona sum vídeó sko. Og sum vídeó voru þannig að ég þurfti bara að hraða tónlistinni út af því að annars hefði tónlistin verið tekin út. Og svo einhvern veginn, það er eitt vídeó þarna sem ég elska, Bahamas. Það er með Leonu Lewis. Mér finnst það ógeðslega flott einhvern veginn og það fær einhvern veginn að vera. Ég held að það sé eina, jú kannski, ég kannski hraðspála kannski einu sinni eða eitthvað svoleiðis. En ekki meira en þetta sko. En já, gaman að pæla í þessu, það er bara ágætt. Þannig að, en annars er líka, sko, núna daginn, þá fór ég á AliExpress og misti mig óvart. Ég bara keypti allt í einu stúdíó og karaoke og svona mixera fyrir hljóðnema og allt þetta drasl sem fylgir því að vera með podcast. Og þess vegna langar mig að læra og fá að læra hvernig það er búið til og hvernig það er sett, þú veist, hvernig ég set hljóðbútana inn á, þú veist, til dæmis Spotify, þar sem maður getur fengið borgað fyrir, þú veist. Mér langar að fá að læra allt þetta út af því að allar þessar sögur sem við höfum, þær eru svo dýrmætar. Þær eru svo dýrmætar. Eins og þegar ég fór í fyrsta skipti bara út, það var bara að taka myndir. Mér fannst myndir alltaf og vídeó svo dýrmætt sko. Ég var bara með þetta alveg bara. Mér var alveg sama eitthvað föt eða eitthvað sko. Það var alltaf bara vídeó og myndavélin og allt þetta sko. Þannig ég eiginlega bara, já, ég hafði áhuga á þessu alveg sko, bara frá því ég var bara krakki held ég bara. Ég held að það sé líka út af því að ég er frá Fellánum. Út af því að maður þurfti að vera miklu svona, bara svona sterkur til að ganga í gegnum þennan skóla. Og þessi ferill, maður lærði alveg hellingarna þó að maður hætti, svo ég tók ekki,
ég tók ekki, ég tók ekki prófin í grunnskóla á 15 ára. Þá var þetta því að, ein vinkona mín, hún plataði mig, tældi mig. Og hún var alltaf að segja að ætla að vera svona ljósmyndari og var með myndavél og það var ekkert rosalega flott myndavél en hún var með myndavél og ég var hvað? Ég var eitthvað 14, 15, 14, 13, 14, ég man það ekki, en maður bara, oh my god, ég lét hana taka mynd af mér og hún var ekki mín draumamanneskja, en svo var hún alltaf svo hrifin af mér, en ég ætla ekki að vera að tala um það núna, það er svo margar sögur. En hún tekur upp að því að framkalla myndirnar og setja út allan skólann. Þannig að ég bara var ekki að fara að mæta í skólann þegar ég fekk hringingu að það væri fullt af nektarmyndum af mér í Fellaskóla. Þá þorði ég bara ekkert að mæta. Getur fólk ekki látið mig í friði? Ég þoli stundum ekki að maður fá ekki frið, alveg, Ég fæ mér alltaf vatn núna og þegar núna er ég að reyna að vera í heilsunni, Og svo fæ ég mér svona gulróta floridana. Ég elska floridana. Það er bara, já. Ég elska floridana. Hann er með gulrótum og appelsínu. Geðveikur og hann er svona heilsusafi og núna er ég bara komin í heilsuna. Og svo skrítið að það verður gaman, ef ég held áfram alveg bara hvort, það er mín ást, fólk sem eltir mig, það er svona frá 30 eða 20 eitthvað og svo alveg bara yfir 50 og eitthvað. Það verður gaman að geta náð kannski aðeins lengra til krakkana til að sagt skilaboð og bara, ég held að það sé engin skaði á því að hlusta á mig út af því að ég er búinn að lifa lífinu og ég er búinn að lifa lífinu mjög hátt og ég veit allt, maður bara what the fuck og ég má ekki eins og segja þetta orð en það kemur alltaf já, góðan daginn alveg en það er líka rosalega mikil lærdómur hvað ég lifi lífinu hratt, það er líka svona mjög mikill svona lærdómur en þetta er rosalega mikið eins og maður má ekki fara út eða þetta ég má ekki fara á djammið í Reykjavík sérstaklega ekki þegar fólk er orðið fullt þá fæ ég ekki að vera í friði út af því að það er svo margir sem þora ekki líta svona á mig svona niður svona þegar þeir eru edrú og svo þegar þeir eru búin að fá sér þá er allt í einu bara maður bara góðan daginn, já, góðan daginn þannig að maður þekki þetta alveg og já, það er bara gaman að og hvað verður eiginlega hvað líka hvað gesti ætti að fá
hvað gesti, þú veist. Ég man eftir einu að ég bara var í maníu og ég hringdi í hana, ég sendi henni skilaboð í eina leikkonu. Ég má ekki, maður má ekki nafngreina sko. Og ég var bara, ætlaði bara að fara að búa til þátt. Og og við hittumst á Laugaveginum og hún fékk sér að borða, ég bara með bókina og ég bara, þú veist, veistu það, ég bara sko, þegar ég lít tilbaka, hvað í andskotunum var ég að pæla. Þú veist, það þessi manía sem maður er með sko, en ég fer í það seinna, út af því að ég er bara að gera eitthvað forvitin, út af því að það er svo margt sko sem þið vitið ekki, en maður er samt sko, já, það er eiginlega bara margt sem þið vitið ekki á bakvið hverja einustu mynd, þú veist, svona Instagram eða bakvið svona vídeó eða þú veist, þó þetta sé allt í rauntíma, en þið vitið aldrei hver er að taka þetta, þú veist, hver er að taka upp, þú veist, og hvernig manneskja er það og allt það, og það er náttúrulega ég er náttúrulega tek upp allar minningar og hef alltaf gert það þegar ég er að ferðast, þá hefur alltaf verið alveg bara minningar þetta og bara tekið alveg bara fullt af myndum og svo náttúrulega bara lét maður til Facebook og þá kom bara allt í einu fram að ég væri bara ferðalingur, eða þú veist, ég var bara orðinn allt í einu þekktur bara í öllum blöðum eitthvað ferðalögin, YouTube og eitthvað svona sko. Já, þetta var allt mikið á netinu en kom stundum á Mokkan, prentinu sko. Og mér fannst þetta bara gaman, þetta keypti, þetta svona, hérna á Íslandi er maður ekkert frægur sko, maður er svona, það er gaman að gera samt einhverja hluti, þú veist, bara að tala við ykkur og búa til podcast og allt þetta út af því að það eru svo margir einmana og vilja fá bara einhverja gleði, þau horfa bara á og vilja fá, þú veist, ég hef alveg bjargað alveg mjög mörgum og ég glemdi bollunum mínum. Mér fannst eitthvað svo undarlegt, ég bara, var þetta jarðskjálfti eða, en já, ég bara einhvern veginn datt út, sko, að, já, en það verður gaman að sjá hvað ég er með mikið ADHD, út af því að ég er alveg búinn að gleyma hvað ég var að tala um. Þannig að, já, það verður bara gaman að sjá það, en það er sko ekkert grín sko að vera að burðast með einhvern svona bagga á sér og núna ég var með ból, þannig að Dark Into the Light, það er einhver félagssamtök og fyrir þá sem hafa svipt sig lífi og svona og vinur minn
gerði það í fyrra, hitti fyrra. Við vorum samt ekki alveg bara nánir sko, við unnum saman og urðum svo bara bestu vinir eftir það og svo voru bara svona kunningjar bara því að ég var að gera mitt og hann sitt. Hann var mjög duglegur og hann átti sitt hús og bara var svona virtist allt vera í lagi en ég sá ofta að hann var þunglyndur sko. Ég sá það sko. Þannig að ég var að svona maður svona pældi ekkert í því sko að hann myndi gera þetta. Þú veist, þetta svona það svolítið svona skrítið þú veist út af því að hann var svo rólegur og svona þú veist en þetta blessuð sé minning hans og þetta lífið getur verið erfitt þannig að þess vegna datt ég út af því að ég var að hugsa þennan ból og ég ætlaði að taka hann og sýna hann þannig svo gleymdi ég bolnum þannig að það bara dark into the light, já, eitthvað svoleiðis og það svona félagsamtök sem fyrir fólk sem foreldra, vini og alls konar bara sem hafa lent í svona áföllum. En yfir í annan ég er búinn að vera að pæla rosalega mikið í því að vera með podcast og ég ætla að gera það, ég ætla að vera með podcast og sama hvað það kostar en og þá er ég að pæla að vera líka með svona podcast út af því að margir kannski ekki á landinu eða býr þarna eða eitthvað svona sko þá er mjög gott líka bara að vera með síma eða einhvern veginn bara FaceTime eða eitthvað, ég veit ekki hvernig það er hægt að taka upp. Það var ekki geggjað sko og það myndi bara, podcasti myndi bara heita, þú veist, ég hef svo marga sögur að segja og já, do it, þú veist, do it. Þú veist, það er svona að gera hlutina, það er málið. Man þarf að koma sér áfram og gera hlutina og standa upp og bara, ég get þetta. En já, þessir svona, maður fer svona djúpt á við og upp á við og svona bara svona blanda sko og bara svona tala bara alvöru mál og málefni og ekkert svona sko þetta svona á að vera svona vandaðir þættir. Ég ætla ekki persónulega að blóta mikið, það er mjög mikið, en viðkomandi má það, en ég þarf að vera náttúrulega stjórnandinn. En já, það var gaman, ég þarf að fara á YouTube, leita og gera þetta og fá að vita hvernig maður notar Spotify-ið og ég kom með eitthvað Podbean og ég þarf að prófa það. Ég er búinn að vera eitthvað að fikta í þessu. Byrja Spotify. Ég gerði þetta Made for Ari.
eitthvað og setti Lana Del Rey í þetta og svo bara ég með premium maður kann ekkert á þetta sko alveg sko það er bara málið sko maður kann ekkert á þetta Your playlist, er það þar eða? Let's find some song for your playlist. Já, ok. Það er gaman að þessu, ég fyrirgeði, ég datt bara aðeins í þetta. En já, það verður spjallað allt og ekkert hér í sögu þætti Ara Jósefssyni og já, hvað viljið þið segja þetta og hvaða umræða viljið fá svona fyrst og hvern ætti ég að ná og bara endilega bara þú veist bara komið með alla tilkynningar ég náttúrulega með Facebook þú veist og það hægt að senda mér skilaboð þar og likes síðan sko Ari Jósefsson með ó, ekki ó og svo getið þið náttúrulega bara sendt mér líka gegnum bara komment bara hérna undir og örugglega sendt mér í gegnum YouTube, ég man ekki hvernig þetta var. Ég að byrja aftur, þetta eiginlega, oh my god, þetta eiginlega comebackið mitt eiginlega. Oh my god, ég að fatta það núna, þú veist, ég ekkert frægur sko. Það bara þeir sem eru með, snjallsímann sko, sem með Twitter Twitter, Snapchat og Instagram. Ég bara, þetta bara rosaleg vinna að vera bara snappari einn dag sko. Þú veist, þú ert bara að gefa þín alla vinnu að vera á snappinu. Og skemmta fólki og eitthvað auglýsa og þetta full vinna og líka sko Instagram sem að vinna þú veist út af ljósmyndum og svona sko en ég nota Instagram bara þetta bara minningar og bara svona ferðum og já, bara skemmtilegt að tala stundum þar inni. Og hvað vil ég segja núna? Slökkvið á sjónvarpinu, slökkvið á, ég nenni ekki að hlusta á hann Ara að tala. Já, þetta örugglega eini þátturinn, þetta líka svolítið svona 60s, það sem fólk var að reykja, þú veist, bara, þú veist, þegar maður var í bíl, sko, og það var reykt bara í, þú veist, alls staðar, sko. En ég segi takk fyrir mig og ég vil sjá ykkur aftur og ég vonaði, fannst eitthvað þetta gagnlegt en láttu mig endilega vita hvað má breyta og hvað, þú veist, út í að ég að móta hana þátt núna sem podcast en þessi þáttur heitir samt þetta. Takk fyrir og við sjáumst aftur. Ég elska ykkur ógeðslega mikið.